Ok, við skulum spjalla þessum samfelld föll. Byrjum á að rifja upp að við sáum í kaflanum markgildi að til þess að fall F hafi markgildi í punkti A þá þarf markgildi frá hægri og markgildi frá vinstri að vera það sama. Við köllum þetta einhverja rauntölu L. Núna til að fallið sé samfellt í punkti A þá bætum við skilurum hérna á að þetta hér má ekki vera hvaða rauntala sem er. Þetta þarf að vera akkurat F af A, fallgildið í punktinum. Þannig að ef þetta hérna þá er F samfellt í það. Ok, þannig að við markgildi frá hægri og vinstri þarf að vera sama og það þarf að vera sama og fallgildi þá er fallið samfellt í punktinum. Nú, skulum að sjá hvaða skilyrði við erum í raun að vera að setja vegna þess að þetta hér setur auðvitað einhverja skorður. Nú, til þess að markgildi sé til frá hægri þá vitum við að F þarf að vera skilgreint á bili hægra megin við A. F þarf að vera skilgreint á bili B til A, hægra megin við A. Nú til að markgildi frá vinstri sé til þá þarf fallið að vera skilgreint á bili vinstra megin við hérna. Ok, þannig að ef að markgildin bæði verða að vera til þá er skilyrði fyrir því að F sé samfellt að fallið sé skilgreint báðu megin við punktin A. Ok, ef við setjum þetta saman, ef það er svo mörg strik í einu, ef F er skilgreint á bili báðu megin við þetta A, þá kallast A innri punktur. Innri punktur sem sagt í formenginu fyrir F. Ok, þetta orð innri punktur er eitthvað sem við notum í skilgreiningunum þannig að við skulum byrja hérna bara á fyrstu skilgreiningu og taka þetta saman í stuttu máli. Ef A er innri punktur í formengi F þá er F samfellt í A ef markgildið fyrir F af X þegar X stefnir á A er jafnt á F af A. Og sér að þegar ég skrifa bara X stefnir á A hérna þá er ég að segja að markgildið fyrir hægri og vinstri verða að vera það sama. Við skulum byrja bara á að taka dæmi. Okkur er gefið fall F sem er skilgreint fyrir allar rauntölur nema 0 og gefið frá sér rauntölu. Það er gefið með fallgildinu formúlin F af X er jafnt á 1 ef X er stærri en 0 og mínus 1 ef X er minni en 0. Það er mínus 1 og 1. Sér svona. Og nú er spurt, hvert er markgildið? Nei, er F samfellt? Í X eftir 0. Ok, akkurat hérna í X eftir 0, þá er fallið bara ekki skilgreint. Þannig að ég vil þó markgildið verði það sama frá hægri vinstri, þá geta það ekki verið jafnt á fallgildið vegna þess að fallgildið er ekki til. Þannig að svarið er nei. F er ekki skilgreint. Í 0 og getur því ekki verið samfellt. Ok, þannig að ef allir er ekki skilgreint í punktinum, þá er það ekki samfellt í punktinum. Tökum næsta dæmi. Og ég er með fallið F sem er 1 ef X er ekki 0, en 0 annars í punktinum X eftir 0. Það er alltaf 1, nefnum akkurat í 0-inu, stekkur hann í 0 hérna. Og spurt er það samfellt í 0-inu? Og svarið nei. Og það er
vegna þess að markgildið þegar x stefnir á 0 fyrir f, það er 1 sem er ekki jafnt og f af 0 vegna þess að f af 0 er 0. Sjáðu, markgildið kemur frá hægri og vinstri er alltaf það sama, ég er alltaf að fara eftir ferlinum hérna á ásnum, verður alltaf 1 alveg saman hvað ég fyrir nálægt, en akkurat í punktunum sjálfum er fallgildið 0. Þannig að fallið er ekki samfellt akkurat í x jafnt og 0. Það er endar samfellt í öllum öðrum punktum. Ok, svo er til eitthvað hugtak sem heitir samfellt frá hægri og samfellt frá vinstri og skulum kíkja aðeins á það. Við segjum að f sé samfellt frá hægri í punktinum a ef að markgildið frá hægri er jafnt og fallgildið og svo segjum við að f er samfellt frá vinstri a ef markgildið frá vinstri er jafnt og fallgildið. Og þá getum við farið að tala annað heldur bara innri punktana. Við segjum nefnilega samkvæmt skilgreiningu að f er samfellt í randpunkti, ekki innri punkti, formingi síns. Þá og því aðeins að f sé samfellt frá vinstri a eða samfellt frá hægri a. Að við verðum með endapunktinn, það getur verið þessi hér endapunktur og við erum að koma hérna eða randpunkt og við erum komin þessar átt, þá á hann að vera samfelldur frá hægri eða ef að a væri nú hægra endapunktur þá þurfti fallið að vera samfellt frá vinstri. Ok, fall getur auðvitað ekki verið samfellt frá hægri og vinstri í randpunkti. Þá væri þetta ekki randpunktur. Við skulum taka dæmi. Okkur er gefið fall sem er bara skilgreind frá -2 upp í 2. Okkur er sérst gefið formengið, þurfum ekki að reikna það út. Og það er gefið með formúlinni rótin af 4 mínus x í öðru. Einhverju þekkja þetta eflaust sem hálfan hring. Radius 2. Sér svona. Ok, nú er spurningum í hvaða punktum fallið er samfellt og við segjum eftirfarandi, við segjum f er samfellt og ég ætla að segja bara alveg, það er bara alveg samfellt vegna þess að það er samfellt í öllum innri punktum formengi síns fyrir öll x-bílinu -22 og opna bílinu frá -22 sér öllum þessum hérna punktum á milli -22 er fallið sannlega samfellt og það er samfellt frá vinstri það er samfellt frá vinstri hérna í verið ekki að tegna frá vinstri í 2 og svo þegar ég nálgast -2 þá verið að koma frá hægri og þá er það samfellt og að því að það er samfellt allstaðar sem fallið er skilgreint þá segjum við einfaldlega f er samfellt fall því að samfellt í öllum þeim punktum þar sem það er skilgreint og við skulum skrifa niður þessa skilgreiningu fall f er sagt samfellt ef það er samfellt í öllum punktum a sem er í formengi fallsins þess að við segjum ekki samfellt í 0, samfellt í 2 heldur bara samfellt og þá er maður að meina að það sé samfellt allstaðar þar sem það er skilgreint nú svo gerum við svo þegar við reiknum markgildin að við setjum fram nokkrar reiknireglur fyrir samfelldni af föllum og þetta er
samsetta setningur og bókinu skulu skrifa bara reiknireglur. Og það birtast hér. Við erum sem með tvöföll f og g sem skilgreind á einhverju bili í. Og já, við skulum aðeins segja aðeins meirum bilið í. Þetta þarf að innihalda meir en 1 punkt. Má ekki vera svona úrkynnið bil. Og f og g, þetta í þarf að vera hlutmengi í formengi bæði f og g. Og í hlutmengi í formengi f og formengi g. Sem sagt, bæði föllin þurfa að vera skilgreint á bilinu. Ok, þá summa fallanna samfellt ef að bæði föllin eru samfellt, margfeldi fallanna er samfellt og 1 á móti g er samfellt. Það er að segja ef að g af x er ekki 0 á öllu bilinu. Og nú getum við sett fram, við skulum hafa þetta bara með inni hérna, tökum dæmi, setjum dæmi. Ef við skoðum fallið f af x eftir c, þar sem c er bara einhver rauntölu-fasti, þetta er bara fasta fallið, þá vitum við að þetta er samfellt í öllum punktum. Við skoðum í markgildiskaflanum að markgildi var tilastað og það var c og það er sannarlega jafnt á fallgildi í hvaða punktu sem er. Nú í öðru lagi þá er auðvitað að sjá að f af x eftir x er samfellt. Vegna þess að í öllum punktum er fallið að stefna akkurat á fallgildið. Og svo í þriðja lagi, ef við tökum lið A og B og reglu 1 og 2 hérna fyrir ofan, þá fáum við að allar margliður eru samfelld föll. Þannig að við erum búin að alhafa hérna allar margliður eru samfelldar. Og þá vitum við það. Við megum gera ráð fyrir því að margliður eru samfelldar. Já, pröfum önnur dæmi. Pröfum aðeins að velta fyrir okkur hvaða föll við þekkjum og hvað við vitum við. Til dæmis eru rætur samfelldar. Rótin af x plus 2 til dæmis, er þetta samfellt. Og þá þarf að vera samfellt í öllum punktum í formenginu sínu og við sjáum dæmi að þetta gekk upp og almennt gildir það að rætur eru samfelldar, alls það sem eru skilgreindar. Hvað með ræðföll? Þegar við erum með margliðu deilt með margliðu. Já, þessi föll eru öll samfelld nema akkurat þegar q af x er 0. Þá þurfum við eitthvað að skoða betur. Þá er það ekki samfellt. Nú hvað önnur föll þekkjum við þekkjum hornaföllin. Ef við hugsum sínus og hugsum kósinus. Afskaplega ljót mynd af sínus hérna. Hérna er markgildi alltaf að sama fallgildið. Þannig að öll hornaföllin eru líka samfellt föll. Hvað með ln af x? Við hugsum myndran hvernig ln af x lítur út. Það er samfellt alls það sem er skilgreint. Sömuleiðis veldinu x. Hvað með 1 á móti x? 1 á móti x er bara svona rætt fall. Þannig að það er samfellt alls það nema þegar q af x er 0, þess að þegar x er 0. Þannig að það er samfellt á bilónum mínus óendanlegt upp í 0 og á bilinu 0 upp í óendanlegt. Þá er það samfellt. Það stundum þegar við erum að finna út í hvað þarf fallið að uppfylla til að sé samfellt. Pröfum að skoða eitt svoleiðis dæmi. Snýstum að síljuna. Hér er okkur gefið fall og við viljum vita hvað þarf að gilda fyrir þennan óþvitafasta k. Þetta er náttúrulega k.
til þess að þetta fall hérna sé samfellt. Og já, við vitum að x í þriðja samfellt fall, alls það sem það skilgreint. Þannig að fyrir x minni en 2 þetta samfellt. Og við vitum að einhver fasti mínus 2x í þriðja líka samfellt fall, alls það sem það skilgreint. Þannig að þegar x stærri en 2 þetta líka samfellt. En það sem gerist, það breytist eitthvað formúlin hérna í x eftir 2. Við erum að sjá til þess að þetta nái saman, þessi 2 ferlar, svo að segja. Þannig að það þarf að gilda að markgildið x stefnir á 2 frá vinstri fyrir f af x sé það sama á markgildið þegar x stefnir á 2 frá hægri og þetta tvennt sé akkurat sama og f af 2. Nú, f af 2, hvað það? Já, 2 hérna, þessi formúla hérna gildir þegar x akkurat 2, hérna stendur stærri eða jafnt og 2. Þannig að f af 2 k mínus 2 sinnum a í þriðja. Ok, hvernig markgildið þegar x stefnir á 2 frá hægri? Það verður líka markgildið þegar ég set 2 hérna inn. Já, ég ætla að setja ekki a hérna inn, heldur bara 2. Fyrir ekki að x stefna á 2. 2 sinnum 2 í þriðja. Þannig að k mínus 8 sinnum 2. Sér svona. Og ok, hérna fæ ég líka k mínus 8 sinnum 2, þannig að k mínus 16. En ef við skoða markgildið þegar x stefnir á 2 frá vinstri, þá er ég með x minni en 2, þá er ég með þetta hér. Þannig að markgildið þegar x stefnir á 2 frá vinstri af f af x, það er sem sagt markgildið þegar x stefnir á 2 frá vinstri af x í þriðja. Formúlin er svona fyrir x minni en 0 og þetta er bara 2 í þriðja. Hérna 8 hérna. Og þetta á að vera jafnt og hérna k mínus 16 út af þessi hérna samansemmerki. Ok, hérna við fáum hérna mjög einfalda jöfnu þegar við erum búin að setja upp skilyrðin alveg rétt og við leysum út og sjáum að k verður að vera 24. Því að 24 mínus 16 er 8. Þannig að nú vitum við svona helstu föll sem við höfum talað hvernig þau, hérna, hvar þau eru samfelld og hvaða skilyrði eru fyrir því að fall sé samfellt.